Herri, what up, motherfuckers? Hvað segir? Það má lækka hans í headphone-um mínum. Já, lækka. Veitu, hvaða skipanir eru þetta? Svona. Að vera, Erum við ekki alltaf hátt level að þú ert á sveitastjórn stíði, drengur, sko. Nei, það er ekkert allt í góð, Erum sko. bara mækarnir í botni það? Mækarnir eru góð ef við getum lækka, skiljum við það. En ég er bara að spá, þú veist, það minnst þér nema alveg fárlega mikið. Nema hvað? Þeir nema það sem þeir þurfa að nema, Kjartan. Herru, ég er komin í kaldan, Reykjavík brúin, Creamlight, hvað segir Klukkan þú? er núna, hún er 20 mínútur í 10. Já, við erum fannir að burn the midnight oil, eins og þið segja, sko. Það er bara svoleiðis. Það er unnið bara 24/7 hérna á okkar teimi, sko. Já. Ég takk eftir, við erum komið með Universal Dropið. Universal, þið eru komnir í Universal droppið. Og þú vildi ekki, ég skilji vel, það var aðstæðandi að værum allir. Ef við værum allir í þessu, þá væri eins og við værum í góðgerðarmálum. Og þetta verður selt hérna Við erum á, sett í bólum fyrir fólk sem er að hlusta og Dóri vildi ekki fara í og þetta Sinból. er Eat a House of Brands. Ég skal segja ykkur bara, strákar, að þegar þið eru vaxtir eins og ég og hafið háð sömu orustur og ég, þá eru þið ekkert að fara í eitthvað rogue ból bara, já, herru, ég ætla að hendi í bólina, já, bara ekkert máli, ég ætla að snara mér í hann hérna og það er ekki að fara úr, sem er svo neyðalegt. Það er að fara í hann og vera bara eitthvað, já, herru, þessi bóli myndi passa að vera helmingstæri, herru, prófum bara aftur seinna. Þannig að þegar ég máta rogue bóli, þá vil ég vera einn. Eru þið að díla við gamla góða handbolta svona, við erum að tala um svona svita sem kemur bara svona hér, á ákveðnum bólum sem erta undir handakirkan. Þá verður svona, blessaði, hvað segirðu? Hvað var hann segið? Já, nei, ég held í sér laus við blettin. Ég held í sér laus við hellingar hlutum sem ég gæti verið með in spades. Ég til dæmis, sko, þú veist, það hefur bara svona einu sinni verið sagt um mig á allri æfinni, ég sé andfúll og ég var bara, ha! Einhvern veginn, og þá ég hugsa, er það kannski bara búið að vera gangandi í 15-16 ár og enginn þorði að segja neitt og leiðilegt, sko, en nei, ég er... En mér hlakka svo til með ykkur strafar að sína fólki droppið allt, þetta er vörulína. Þetta er vörulína. Og Eat a House of Brands er að kukka þetta með okkur. Fagfólk, ég ætla að segja fagmenn, hún segir fagfólk. Ég er að vera betri með það. Ég veit það. Og ég dýrka, þú ert svo inclusive, sko, í orðræðu, sko. Og notkuð þín á tungumálinu er til þess að láta fólki líða betur. Og hérna, við minnum bara á liveshowið, það er ekki mikið eftir að miðum. Nei, það er alltaf gerum all. Þetta er fáránlegt. Þetta er fáránlegt og fáránlegt, þetta er enda mjög skiljanlegt. Liveshow 24. farið bara stubb.is eða bara farið á hérna Bara betur en flestir Instagrami. Já, kíkja á þetta, þetta verður gæt, það verður MC Bat, það verður fullt af fyrirtækjum minnum Pop Out. Já, við Danni tókum góðan fund. 15 DJ-er. Og það er alls konar hugmyndir og Danni, ég hef sagt áður, hann er svona eins og listamaður sem er með auðanstriga og það er bara svo gaman að sjá hann kúka. Sko, ég veit það. Sko, ef limman... Hann er eiginlega svo kokkur. Ef limman var stekkinu mín, þá er þetta brúðkaupsveislan. Já, það er rétt. En hann bara, þú veist, já. Þú veist, við vorum á hádegisfundi með einu fyrirtæki og hérna sem er Teja. Já, við þekkjum þá. Já. Bestu pósarnir í bænum. Já. Hóngbestu. Og hérna, Danni var með svo mikið af hugmyndum þar. Er það? Já, það voru geggjar hugmyndir og við getum, þú veist, það er alltaf sumt að segja bara á hugmyndastígi en þetta var bara eins og, svona ímyndaði mér, þú veist, Kanye West að semja lög, sko, að bara, þú veist, það byrja bara hérna vítt, sko, og svo er skópið narrað. Danni, sko, þið hafið séð svona gauðra á strikinu sem eru, þú veist, með lúður undir hérna skónum og bassatrommu og gítar og munnhörpu og eitthvað skemmtara. Danni er þannig í marketing. Er ég með það mikið ADHD að þau sumir fyrir að fittispinnir, ég þekkti eiginlega bara svona Tólson sem var með 7 hljófari til þess að ég væri góður, sko. Nei, ég er að segja, í marketing ertu, að því, sko, þú ert ekki bara hugmyndasmiðurinn og hérna, og þú veist, content creatorinn, þú ert líka the trigger man. Já, ég segi alltaf þegar ég verið að sækja vinnur, ég er svona, sko, þegar ég er að koma með svona, hvað kallar maður aftur í svona Tom Clancy myndum, þegar hann er, Tom Clancy, hvað er það ekki, Rainbow Six? Jú, en... Ég er að tala um John Grisham myndum. Já. Þegar heldur final ræðuna, skilur? Closing statements. Closing statement, þú veist, þegar ég segja, akkur ég var að ráða þig, þá segi ég full stack marketer og ég hef ekki bara talað um þetta, ég hef snert á öllum tólum líka. Þannig að það er svona mín ræða, sko. Ég er sko,
sko, frá því svona 20 til 30, þá var ég að gera allt rétt, fór bara í háskóla, geti mér íbúð, geti mér aðra íbúð, og síðan svona frá 30 til 40 er ég búin að aflærast svona fullorðist dótið, sko. Þannig í dag er ég búin að horfa á 2 bíómyndir. Í dag? Í dag. Já. Ég byrjaði á að horfa á Waste Man, hafið þið séð hana? Já. Ótrúleg mynd. Já, hún er frábær. Bara- Hún er í Bíóparadís núna og Enlighten me. bara, Frá hvað ára hún? hún er ný. Ok. Þetta er jailhouse mynd sem alveg, þetta er bara svona, Þetta er bresk jailmynd, ég hef ekki séð svona raw mynd lengi, sko. Og Ekki svo síðan til bara eiginlega þeir áttu að leikstýrinni, vissu það? aha, Já. Það var, þeir fóru að gera Uncut Gems í staðinn. já, ok. Geðveik mynd, síðan horfði ég á The Town með Ben Affleck. Já, það er nú alltaf gaman að horfa hérna spennumynd einn. Já, þetta var rosalega. Hvað, finnst þér eitthvað af því, eða? Nei, Þú veist, ok, hérna, hvaða movie genre er asnald að horfa á einn? bro, ég horfði á Veistmann einn. Já. En hérna, og ég vilja, sko, ég fer sjálfur, ég fór á John Wick mynd einhverja einn í bíó, sko. Er ekki eða þú veist, er ekki skemmtilegast, þú orða þannig, að horfa á gamanmynd með einhverjum? Ég er samt svona að það kemur brandari og ég kemur hérna, og svo horfi ég á hinn og það er hvort það hlæg. Þú veist, alveg svona, sko, er ekki best bara að horfa á þætti með fólki? Jú. Þú veist, Er að það? horfa á allt hitt einn. Nefnilega þegar ég er að horfa á þætti, þú veist, þá vil ég verð svo manískur að klára þá. Sko, nú, já, ég, Ef það eru spennandi, þú veist, þá get ég alveg bara sleppti að sofa, sko, bara og klára, þú veist, ef ég reyni að láta ekki narra mig í þetta. sko, eins og þið vitist, drengir, þá hef ég upplifað tíma þar sem mér hefur liðið það illa, að mér hefur langað hverfin í ævintýraheim og það er þess vegna sem ég er með þessa nexus slagsíðu í mér, skilur, og akkur ég sympathæsa fyrir, þú veist, fólki sem er í larpi og svona. Þú veist, ég tók eftir daginn og ég hafði einhvern veginn engan til að segja þetta, en það er bara eins gott ég geti sagt þetta við áhorfendur, hlustundur podsins. Þú veist, Game of Thrones, fyrsta serían var í loftinu þegar ég var einn á kvöldin, stundum í myrkri, að mála fyrstu íbúðuna mína. Magniða bjó ennþá í London, þú veist, Kári var fæddur hérna, byrju hvað innráðs í stúdíu? Kári var fæddur, þú veist, og ég var að klára að mála og svo svona horfði ég á einn þátt, nýjasta þáttinn liggjandi einhvern veginn á sko fleti, sko, á bæli og núna er ég ennþá að horfa á hérna House of the Dragon, þú veist, þetta hefur fylgt mér, þú veist, allt adult life einhvern veginn og ég horfa á þetta einn. Af því að enginn vill horfa á þetta með mér í fyrsta lagi og ég horfa á þetta á daginn þegar ég áver í vinnunni og ég líti á þessu vinnunni mína af því ég hef lesið bækurnar og mér finnst áhugavert hvernig þeir eru að gera þetta og svona og þú veist en þetta er eitthvað sem ég þurfti að pæla í einn þetta og þú veist ég hitti George R. R. Martin í Reykjavík þegar hann var hérna, tók myndina með hann þið skiljið þetta ekki, þið sko skiljið ekki hvernig hann skrifar. Þú veist, það er alltaf koma, skilur, það er alltaf, þú veist, heimurinn stækkar og svo bara er hann svo stór að hann talar sjálfur, skilur. Og og það er það sem er ótrúlega í þessu. Og þó þetta fjallið dreka og alls konar svona, þá fjallar þetta bara þú veist, mannlega tilfinningar og bara svona þekkt þemu eins og Ást og hatur og bræður ást og missi. Sko, Dóri er meira svona í dregunum og svona sci-fi, svona eventýri. Já. Ég er meira í svona The Streets. kona í Bretlandi sem missi vinnuna, sonur hennar er í neyslu á að sprauta sig og fjallar svona eitthvað svona social economics. Þú ert svona sósíalrealískur náungi. Þú ert meira svona Coach Carter, þessi ykkur. Já, eða Air Bud. Airbud 4, það var í fótbolta. Já, þú veit alveg góðum. En já, ég vil meina bara, þú veist, þegar breskar myndir eru motherfucking góðar, þá er ég bara, við finnst það bara að vera bestu myndunar þegar breytar gert, þegar hittir nails. Sweet 16, mástu voru með hana bíómaður. Já. Djúvillar að komin. Hvað hétt áttu þættindi sem voru teknir í einni tökku, hérna, svona Netflix? Boiling Point. Hérna með... Þættir, já. Já, strákin hérna sem að... Muni ekki eftir þessu... Já, Boiling Point já, var já, geggjað, já, já. Sá tekið einn tökku. Já, við vitum bara, við vitum hvað hún heitir, við bara þurfum ekki að segja af því að vita allir. Já. Og það var mjög... Nei, Brest er heitt. En er ekki, þú veist, er ekki normenn að koma inn rosalega sterkir núna? Þú veist, hann er búinn að vera að gera þessar, hérna, hann leikstjóri myndir trekk í trekk sem eru, þú veist, fá rosalegt að claim.
svo hinn leikstjórinn sem var að gera The Drama sem líka normaður og gerði drama og gerði myndir þetta með Nicolas Cage þú veist, hundurinn Berit, þú veist, Skam, þú veist, já, en bara svo... Normenn eru hana hítar í mörgu, sko. Eru normenn ekki bara svona, þegar ég það mikið monni, þegar bara við ætlum að gera þetta vel, tegum bara 10 milljarða að setja í þetta. En það skiptir engum máli, þetta er bara iðnaður eins og hver annar og þú bara styrkir hann og það er mjög erfitt að fá þetta í gegn á Íslandi, en allar, þú veist, Danmörk ákvaði að vera góðir í kvikmyndagerð, þú veist, þeir voru að gera fucking Olsen-bandið, skiljur og þeir ákvaði að vera góðir í kvikmyndagerð og þeir mókuðu peningum með það og þeir móka ennþá peningum með það og þeir eru góðir í kvikmyndagerð fyrir vikið. Normenn tóku þessu ákvörðun, það er líka regional kvikmyndasjóðum sem þú getur fengið peningur ef þú tekur upp þar, skiljur og þeir bara eldu þetta allt í drast og þeir eru bara fannir að gera geggjaða myndir. Og meðan, þú veist, það við bara, já, íslensk mynd, það er, þú veist, fólk segir alltaf, það er ekki bara gamall katt út á landi með haglabyssu, þú veist, ég veit ég man ekki eftir neitt mynd sem er þannig, en þú veist, en það er fílinn. Íslenski hesturinn spila hlutur. Lítill og ljótur hestur, hafið þið séð evrópska hesta í fyrsta lagi? Þeir eru miklu stærri og flottari maður. Þeir myndu eat them alive, sko. Þeir eru að bunch of biatches. Horfðu á byttið þegar að Hjörvar Hafliða fór í Ölsen, í Þýskalandi. Fór að það er eitt að fyndast það sem ég sé á æfinni. Það var eitthvað bæjastjóri á Ölsen sem var að skoða okkur að hesta. Fjöfull var að fyndi maður. Shit, sko. Hvað var á dagadrífi í vikunni svo? Það var alltaf tegafundurinn sem hann var geggjaður. Fengu nokki sem ég borðaði þitt nokki. Hann fekk mitt nokki. Og síðan fór ég á vinkynningu hjá fyrirtækinu niður í Berjamó. Og Freeloaderinn er að poppa upp. Það er pop-out. Og þetta var fólk, sko, sem var alveg bara, ég sá bara, ég nefndi ekki þess að reyna að vera að fyndina það. Nei. Ég sá bara, þú veist, hvað svona, já. Þetta er svona industry people, sko, í veitingabransanum. Ákveðin lykill við að verða ekki geðveikur í þessu er að taka svo ógeðslega alvarlega og þetta lið er alveg svona krem til að kremma því fólki sem tekur þetta alvarlega. Fólk sem mætir á virkundegi í einhverju hólu og hlustar á Ben Burman sem er frá Luton bæði við tala vín, sko. Hann var MC-ing þetta shit, sko, hann var góður. Málaði myndina fyrir okkur, þú veist hvernig þið skynjaði? Ég var sér satt, já, þetta var sér satt bara, þetta var svona, þú veist, ég er alveg með eitthvað svona smá típu gleru. Þessi gleru er svona level 1 af þessum gleru sem þetta lið á með, sko. Og ég er ekki að dissa þetta lið, mér finnst það heavy cool, sko. Það var með svona hatta yfir eyrun, góða skyrtur. Þú veist, ég get ekki, ef komið segja mér, að kaupa sér föt, ég veit ekkert hvað ég myndi kaupa þessu. Og þau voru ekki eitthvað astalega, þau voru flott, sko. Ég bara segja að þetta var alveg svona virkilega þróaður evrópskur stíll. Það er ógeðslega stór hluti fólk sem ég hugsa þetta Ég bara, hvar fáðu þessi föt? Í hvaða búð fæ ég svona ógeðslega oversized skyrtu? Já, þetta er vintage shop in Gdansk. Ég hugsaði það nú bombuna sem var með okkur. Já, það var í góðri oversized. Hann var oversized hann. Oversized skyrta á honum. Gróttu legendi. Þetta var helviti gaman. Annars er ég bara búin að horfa á bíómyndir og fara á tegavinn, sko. Já. Það er sem hann að gera. Það er nóg að gera þér. Já, nóg að þér. Það er nóg að gera. Ég náttúrulega er alltaf á faraldsvæti. Það er alltaf eins og þessi að tala við Ómar Ragnarsson þegar þið tala við mig. Ég er alltaf nýkomin eða nýfarin. Við fórum í bústað. Já. Fjölskyldan. Síðustu viku. Og ég meina við eigum ekkert bústað. Ég er eiginlega hvað er þið að sýsla með þessa öðlar þú veist, ég er að einhverju leiti alinn upp í gerðarlegum sögumbústað þannig að þú veist, það að fara í bústað hefur aldrei eitthvað svona trillt mig mikið en núna er ég búin að búa nóg lengi í bænum til sem og ég er líka bara orðin meiri bitch með þetta einhvern veginn að fíla að vera út í náttúrunni einhvern veginn, mér finnst það frískandi ég elska að koma inn eftir svona hlýna. Ertu að gránda þig? Eins og þú veist, fara á tánum í grasið til að gránda þig eins og... Nei, bro, ég er að gera þetta bara, þú veist, ekki þannig, sko. Ég er bara í skóm, sko. Ég er með buffer á þetta, sko. Ertu þú eitthvað í því þannig, eða? Nei, ég bara sé þetta og ég hugsa svona, þú veist, ég veit eitthvað hvort það virki eitthvað, en þetta er svona, ég held að sé svona gott fyrir sálinn að gera þetta svona, þú heldur þetta virki og bara, nei, ég veit ekki. Allt sem heldur þetta virki, við erum komið inn. En, tjekkið þetta. Það var heitur pótur þarna. Sko, við leigðum basically ódýrasta bústaðinn sem við fundum sem leyfði hunda þú veist, það voru bara 3 og 2 höfnuð okkur hana, við lendum á ódýrasta ekki það að hinnir hafi verið eitthvað flashy en hann var geggjaður þá heitur pottur hana
og það var kamína inn í heita pottinum. Bíddu. Inn í heita pottinu? Ég er ekki að grínast. Ok, Ekki að grínast. þú veist, hann innandýra? Nei, hann er utandyra. Ja, en hvernig getur kamína... Það er bara kamína þarna og með útblástusöri og hún er inn í pottinum og ég hugsa bara, ok, þetta er ekkert mál. Við bara setjum vatn í pottin, þessari slöngu hérna og hitum vatnið. Hitum potti bara svo súpupott, basically, skilur í kamínunni og ég og Magna vorum bara svona 3,5 tíma að kynna einhvern eldana og með allt í gangi og þá var það drullu góður potturinn sko og ég náttúrulega hitaður og mann leiði sem að gert eitthvað og við þurftum alltaf sko, það var engin eldviður þarna, við vorum að tína þurrt sprek úr skóginum við hliðina, þetta var alveg svona sem að Ronju Ræningadóttir ævintýri sko. Herru, og svo var þetta fínt sko, en leiðu við komum þá spurðum við hvernig hittum við pottina því við heldum ekki að væri eldviður eitthvað en okkur var ekkert svara fyrir daginn eftir en þá var eitthvað, herru, þið bara látið renni hann sveif bak við klósetturina og ég bara eitthvað, já ok, hvað með kamínuna? Já, ef þið ætla að hafa hann í gangi heilan dag er gott að tendri í því bara að hjálpa kyndinguna aðeins ég bara, hann var ekki að vera 3,5 tíma að hitta pottin en þetta var ljúfu pottur af því að það var búið að vinna fyrir honum segi ég, Hallin, býttu, hvað heyrist hérna? Og við erum inn í RFK að drekka RFK á bjórin og ég minni bara fólk á að hér verður liveshowið. Já, ekki akkurat í þessu rými samt. Það var þetta rosalega að byrja hérna maður og som 1 mile shit sko. Þeir eru með besta bjórin, þeir eru með frýtt pop og þeir eru með hann á salirna þannig að ef þið viljið halda eitthvað svona unction fyrir lítinn hóp endilega leiða. Það er svoleiðis. Já, það er að koma í ljós að öngarar voru rosalega svona overlooked þjóðfélagshópur af öllum markaðsöflum og fjölmiðlum og það er ekkert búið að gera fyrir öngarana sko. Nei, þetta er vanræktasti hópurinn sko. Og ég er sko með Ung Support Line sem betur flestir Instagram er. Ég er alltaf bara svo föstudögum, lögadögum eftir kvöldmatt þá er einhver öngari bara hei, sendi mér Onyx-lag bara þetta er alvöru. Ég veit það, einmanna öngarar ég fæ gæsa og hugsa svona einmanna öngara að reach out sko. og það besta við þetta er að þetta er satt því að Danni tjekkar sig inn og stundum er hann að spyrja okkur álit eða komið pælingar og eitthvað þannig að þú veist, við tökum í mjög alvarlega að vera sko svona heimili öngara ég passa mig, ég mun aldrei biðja aðgang að betur en flestir Instagraminu því ég trúi því að líka að það sé bara skallinga svona einhver persónuleg gangi. Í pakkan, fyrir að tróða okkur gælu. Nei, sko, en ég lít bara á þetta eins og ég væri bara með banka eða tryggingafélag eða flugfélag, jafnvel. Og það væri netspjall og ég bara vill bara svartíminn hjá okkur, sé bara fyrir öngara, sé bara BOOM! Bara einhver er bara, ég er ekkert flottur. Þú er flott þessum maður, látt ekki svona. En auðvitað, ef þið pælið í því, þú veist, ef ég á sett í samhengi, við erum aldnir upp við Sigga Hlö og Bylgjuna lögutum og þar voru gaurar að hringja sem þú veist, einhverju prehistórik öngarar skilur sem voru eitthvað, ég er í ná pallirum maður og við erum komið letturnar á og þú veist, þetta er svona gaurar sem kalla bjór staðalbúnað það er búið að opna eitt staðalbúnað hérna og svona þetta og Siggi fattaði þetta sko. Siggi fattaði þetta, Valli Sport hefur alltaf fattaði þennan hóp sko, alltaf og en núna veist, er náttúrulega bara farið að spila Biggie og Cypress Hill í ykkur svona easy, það er bara nýja easy rock sko. Veist, það er bara Hits from the Bong með Cypress Hill sko. Það er í alvöru þú veist bara Dr. Green Thumb er bara þú heyrið ekki á tannlækni sko. Það er á gullbylgjunni og en við erum bara ekki að fatta það að þessi rap-öngari þetta er sami maður og var að hringja í Sigga og segja honum, en það hefur enginn vilja heyri í þessu manni við erum svo Dr. Love fyrir þess að göra við heyrum ykkur, við sjáum ykkur já, þetta eru gæjar sem segja ég er með konuna heim í hleðslu ég var mér í bæ sko. Ég hef heyrt henni og ég var bara þetta er að finna sér bara svo sér Tesla en mér þykir vænt henni hóp og ég svar ykkur, ég heyri ykkur, ég sé ykkur það var einn sem sendi ég er að, og líka varandi bara ykkur afsláttu kóði virkar ekki ég beint í það og það Danni kipur
kipir sér lagi, sko. Prehistoric öngarar eitthvað og þetta með hlæslur maður. Shit. En já, Nei, eigum eitthvað að revíla eða að geima með MC-ballið, eða, þú veist, eigum að kúka aðeins meira. Þú veist, við getum allavega narreitað svona það sem í gangi, ég meina, þú veist, skaut nokkrum skotum alltaf út í loftið á MC Balli og ég sagði, ég skal skrá mig ef þú veist. Hér allar fjölmiðlamaður aðeins að stíðin í, svo við útskýrum fyrir fólki sem eru kannski að hlusta í fyrsta skipti, að við verðum með MC Ball á live-sjónu. Það voru komnir 4. Bróðir, þú lætur alltaf eins og ykkur, Þetta er bara regla í fjölmiðlum. Já, þú lætur alltaf eins og fólk sé að túnin og er að bara, hvað gaur er þetta og hvað eru þeir að tala? Svo þessi að byrja í miðju podcasti, skilur það bara... Ok, let's go. Þetta er nefnilega, fjölmiðlumæður, þetta er líka sko íþróttalýsandinn í þér sem er eitthvað, já, ef þið eru að stilla tækjunum þá er staðan 1-0, skamenn hafa verið sterkir hérna upp á síðkastið, það er eitthvað svona... Hér aftur að vita tækjarum, þetta er leifar og mónokúltúr. Nú man ég ekkert hvað var að tala um. MC Ballið, allavega, ég skaut á einhverja netusmjör og króla. Því króli hefur verið að hlæja að okkur gamlu röppurunum og sagt að við röppum eins og spýtukallar og svona. Og svo var náttúrulega sko Pétur, Saint Pete, hann var bara sér old heads með að þakka sínum guði fyrir að ég var ekki rándar að menn voru að batla. Akkurat. Bróðið megin. Við erum hér. Bróðið megin. Við heyrum Ég þig, ætla við að sjáum segja þér eitt við Pétur. Við höfum séð þig áður. Þá hérstu Pitbull og varst frá Akureyri. Með cornrows. Hann með cornrows, sko. Við höfum verið með þessa norrlensku hustlers. Við höfum fengið á færibandinga í bæinn, sko. En nei, þetta er náttúrulega bestu gaurar í heimi, sko. Og svo takaði ég Elvar líka og ég ætlaði að reyna að kynda upp í ykkur rosalegu hérna á Insta. Sofnaði hérna bara rétt eftir 10 eftir ég droppaði, ég eiginlega skaut skotum og sofnaði sem kannski lýsir ástandinu að þessu að því ég get sagt ykkur eitt, hvað gerði ég helgina? Ég fór að sofa fyrir 11 föslausun og ekki, og í öll skiptin í fötunum. En taldum, ef við að revíla allan einum sem er að taka þátt. Já. Það er Skíaglópur, hann er að taka þátt. Skíaglópur er að taka þátt. Og ég ætla að hann bað mig að promóta EP sem var að droppa í síðustu viku. Fara á Instagram með hann Skíaglópur, þið finnir þetta allt þar. Tjekkja á nýja EP-inu, það er geggjað. Það er sem við deila því á markastofan deilir því. Já, heldur betur. Það var Svo er það þannig að ef þessir, ef eitthvað svona skotum hittir og einhver mætir. Þá mæti ég bara på svið. Meina, þú veist, ég er bara gipt út, ég er bunny rabbit on it, I don't give a fuck who it is, sko. Ég byrja bara að spitta, sko. Lengi býra fyrstu gerð og allt það, sko. Það var eitt, ég ætla ekki að revíla hver var hann hélt að Balli var á mánudaginn, sko. Á mánudegi? Já, á síðasta. Þannig að hann sem var, þetta er 24. seft og hann mætti 24. Já, og hann var búin að setja á Instagramið sitt bara og hann var líka búin að gefa sér tíman. Hann bara, þetta er 9, mætti tónabíó, segja að var ég bara, dude, ok, gott að vita, sko. Þú veit, það finnst hann mánuð og mætti á okkur bjórbar eitthvað herru, það er ekki Ballið það en sko hvernig þurfa reglurnar að vera með þetta? Við kynnum reglurnar síðan, við erum ekki eins og búin að ákveða þetta. Nei, ég er að segja það. En hefur þetta ekki eitthvað breyst? Eru menn ekki alveg hættir að freestyla í svona? Þeir mæta bara með einhverjar ChatGPT skrifa rímur einhverjar sick rhythms. Já, sko, náttúrulega Ballsenan úti er orðin þannig að þá er líka ekki eins og taktur undir, sko. Þá erum menn bara eitthvað, þetta er bara eins og svona eitthvað spoken word út, sko. Það er svo nördalegt. Já. Ég hugsa um þannig, ég horf alveg stundum á svona böll og þetta er ógeðslega fyndið, þetta er allt eitthvað svona, þú veist, menn kom með einhverja línur og krátið verður trillt, sko, og þetta er samt svona á einhverju liti mjög frumstætt og mjög skemmtilegt, sko, en þetta er samt svona, þetta er nördalegt, sko. Þetta er samt alveg, þannig verið að kveðast á, sko. Það er verið að kveðast á. Og það er nú alltaf gaman, sko. Mennar svona reyna að nota orða marga vegu og... Ertu að hotlæna öngið núna þannig eða? Sko, nú skrifaði ég hérna á ChatGPT. Ég skrifaði, ef ég væri að fara í MC-ball á móti Saint Pete, hvernig rímur get ég verið með? Og ég lesa fyrir ykkur. Já. Ef þú ætlar í ball get Saint Pete, þarftu líka að mæta félag hans og köttgrá pjakk á liðinni. Ok, og henni er rímað. Þú kallaði Saint, þú ert engin dýrlingur. Leikurinn í kirkja og ég er þinn biskup. Þú predikar ró en þú ert bara ágættur líðalt ég er ekki svo list. Sérðu, ChatGPT getur ekki batlað fyrir fokkin 5 ára maður. En kannski hefur sagt eitthvað svona, þetta verður að ríma og... Já.
Ég veit ekki. Með innrými. Já, ég er ekki alveg nógu snjall í þessum prompts. Nei. Hvað eru þið að nota í gerðugreininni? Ég er að nota Claude og ChatGPT. Ég horfði á heimildamynd. Ég veit að, þú veist, ég er náttúrulega mjög, ég er með þetta á heilanum, sko. Og það var sem gæi, ég var að horfa á heimildamynd helgina, gæi sem var eignast barn, eða þú veist, það var barn á leiðinni og hann var að komast að því hvort það væri besti tími eða versti tími til eignast barn og hvort það var, þú veist, hvort allt var að fara til fjandans eða ekki. Og það er alveg, þú veist, stór hluti af mjög málsmetandi aðilum sem telja bara að gervigreindi muni ganga frá okkur og svo er annar hluti sem telur að gervigreindi muni gera okkur að betri aðilum. En það kom fram í þessari mynd, hún fekk einhver verðlaun þessi mynd. Erum við já og nei að það? Það var eitthvað af þessum stóru fyrirtækjum og var með gervigreindi, eða þú veist, þessum gervigreindi fyrirtækjum, var með gervigreindina sína inn í e-mailunum, öllum vinnu-e-mailum, hún fekk öll vinnu-e-mail. Og gervigreindin fattar einhvern veginn að einhver stjórnandinn, einn af stjórnandunum, vill skipta út stýrikerfinu og slökkva þessari gervigreind. Og hún herjar á þann stjórnanda, finnur út gegnum vinnu-e-mail að hann er mögulega að halda við samstarfskonu sína og byrjar að kúa hann. Að slökkva ekki á sér. Bro, þetta er lygi. Þetta er ekki lygi. Veistu það, ef þetta hefur gerst, ég hef búin að hleypa ChatGPT inn í e-mailið mitt, sko. Já. Eins gott þess að ég fari ekki eitthvað að senda ykkur á e-maila sem ég er að hugsa um að Bailey Claude. Þetta er mynd, þú veist, Sam Altman var í þessari mynd, þú veist, það voru forstjóra stóru fyrirtækjarna komið, þetta er mynd sem var vellunuð. Já, en þessi menn eru allir ligarar og satanistar. Er það ekki? Er ekki Peter Thiel? Æja, ok, kannski þarf eitthvað að fact-checka þetta. Þetta verður ekkert bara MC-ball, þetta verður 360 full stack upplifun, sko. Já. Sem að Þetta verður líka bara live fucking podcast og við verðum mjög ógeðslega góðu skapið þarna og mikið spenna í loftinu, þetta verður mjög fyndið og gaman, sko. Eftirparti heimi á mér. Defo, sko. Fyrirparti á Dóra. Og já, ég bara... Fólk getur hort á mig sem er sofna fyrst í sófanum, svo í rúminu. Og já, ég ætla líka að minna á Alcoholics sem er 7. okt. Það er eitthvað að ræða það við sem er livepod þar. Já. Ja, livepod, við tökum þar, eitthvað fyrir daginn og fáum alkohólistana í setti, sko. 7. okt, Stubbur, Iðnó, tjekkja á þessu, stubb.is. Let's go. Let's go. Já, ég var DJ í marathoninu. Ég tók sko á menningarnætur daginn. Já. Þá byrjaði ég kl. 7:30 að kukka, sko. Tók DJ-set frá 7:30 til 12:30. Endaði með DJ fyrir undir í Aron Kahn. Fór síðan kl. 7 til 10 í ferðsamali, Garðabænum. Komur óvart að þetta var sko ég ætla ekki að nefna heimilisfangi, en heimilisfangi var númer 123. Já. Það er nú ekkert margar götur sem koma til greina, en Wow. það er alltaf góð. Já, Já, þú verður að segja það ekkert, ég veit það. kom líka óvart daginn að ég gisti í Keflavík eftir gig og þá var eitthvað, það er 99, gata var, húsnúmer 99. Já. Ég held að væri bara, þú veist, Laugavegur og Langholtsvegur sem væri Já, en Keflavík er long like that, maður. Já, ég veit það er þetta rétt. Sko, það var mjög áhugavert og þarna kynnist maður líka, nú er maður svona, ég hef alltaf talað fyrir því að Daniel sé með myndatöku fólk með sér, bara það er tökukrú eftir honum, því að lífið hans er kvikmynd. Og þarna fekk maður að sjá sko the long range DJ, sko, hann var með plan yfir daginn, hann hringdi við daginn áður og fór yfir dagskrána. Og hann sagði, þú veist, ég tek hérna og er hérna DJ á marathoninu, svo þarf ég, þú veist, verði ég bara ná að leggja mig hér Já, ég laði maður. og bara í nokkra klukkutíma slökk og öllu, þú veist, svo ég eigi orku kvöldið. Já, þetta var, og Hvernig gekk þér? þetta var rosalega. Síðan endaði ég á Álftanesi, Já, Garðaholti. Er það í Álftanesi? já, þú veist, það Það er á leiðinu ánga. á leiðin út á nes, sko. Þar hitti ég meistara Singal B, til dæmis. Vinum við Og skuggasveit. varstu að spinna þar eða varstu Var að að drinna? Spinna og drinna. Spinna og drinna. Og það var bara, já, bara samanbúin, sko. Það var heldur gott. Sambúin. Samanbúin, sko. Um, En eigum við nú erum við með nýjan sponsor, nýjan samstæðala sem ætlar að, og það, sko, þessi samstæðal kemur eiginlega með, við vildum vera með græjuhotn. I wouldn't done it for free, sko. En ég er með græjuhotn í boði Elko wow. og það er græja vikunar. Ég er mjög spenntur fyrir þessu, því að það er fátt sem mér finnst skemmtilega en að fara í Elko. En erst þú búinn að vera að gefa þessari greið eitthvað snúninga? Sko, ég á ekki þessa græju, en ég fór að kíkta á hann í gær Kíkt í pakkan. og kíkti í pakkan og þetta er helviti öflug græja. Okay.
og sko, ég vil líka tala um Elko og það sem gott að vita, vissu þið getur bara skila hlutunum og það fólk bara gera það, þú veist, maður heldur að fólk gera ekki, þú getur bara komið heim, þetta alltaf stór stjórn, bara skila þið, bara fær bara peningin. Ég veit það, ég alltaf að kaupa hluti í hérna B-vörunni, það sem eru hluti sem fólk hefur skilað, sko. Já, í fínulagi, Og Fínulagi, ákemur Dóri. Já, tekur þetta á 40% afslætti, búið að installa þetta upp honum. Ég ætla að byrja ykkur að kíkja í símann ykkur, ég sendi ykkur græjuna þar, þar ég geti skoðan, ég mun setja á, hérna, upp á skjáin líka, en fyrir hlustendur sem eru að horfa. En græja vikunar er Rixu robot, Roborock Q-Revo Já, 798 Ég held þetta væri Quavo. Quavo, nei. Og ég hefði getað valið, þú veist, dýrari græði. En þetta er, ég er að ná verðbólgunni niður. Já. Þannig að 99 skall. 99, Og 905. ég veit að þú ert með skoðin á þessu, því að það er til Rixu-róbótar, hvað er það við þennan Daniel sem að gerir líf Sko, fyrsta lagi er fólks hann betra? hvítur, sem er svona fellur meira inn í, yfirleitt eru heimili hvít, þannig að hann fellur meira inn í. Ok, Ég á Rixu-robot, því hann er ekki með svona dokku til þess að hérna tæma vatnið og fylla á aftur og tæma rykið úr. Þannig að basically, þú veist, það verður þetta bara... Vatnið? Þú veist, þetta moppar líka, skiljum. Þetta er Rixu-robot sem skúrar og Rixur. ok, þetta er Bro. next level maður. Og Maður getur bara skiptist út fyrir einkonu sína. Am I right? þetta er Ég hérna... er að djóka, við elskum þig. Og þetta er með, þú veist, 10.000 PA, sókrafti, snjöldleiðsönd með lætar, eigið Rixu-robot. Nei, Þetta er snilt, sko. En mig vantar núna akkurat þennan, því mig vantar Rixu-robot sem tæmi sig og fyllir á sig aftur á þess að ég þurfa eitthvað að gera því kannski út vikuna. en þú þarft að fylla stasjónið. Já, það er bara minna vikulega. mál, skilur við. Það var vikuna. Ég myndi, sko, Rixu-robot myndi leysa rosalega stóran hlut í lífi mínu af því ég er með hund og það eru hár út um allt og sem safna saman og svo sér maður ekki fyrir að sólinn skín einhvern veginn og bara heimilið loðið en hundurinn myndi að taka þetta robot sko ef hann væri einn með þig sko ég veit það bara því hann attackar sko slátturrobot þegar við erum út að labba sko Þetta sko, og ég bara, einmitt, og þú þetta er eiginlega tvær, þegar þú ert með á tveimur heiðum. Ekki? já, jú, Þú ert tvær, þú ert tveimur, Já, eiginlega þremur, sko. þreimur, þú ert þrjár, já en ég það bara einu. Og það er svo mikið snilt að vera með svona no-go zones, eins og í Svíþjóð. Þá stillir hvert, robotinn má ekki fara sko. já No-go zone, invincible wall. Þú vilt ekki að hann fara inn í bakbókaherbyggið? Nei, alls ekki að sjúga þar allt upp með það. En sko, ég er ekki reyns ykkur, þetta er bara 99 skall og lífið er 30% betra. Bara neinu smelli, þetta er ekki mikið peningur. En hversu geggjað er að Elko sem komið í þetta? Mér finnst það Það er talandi stönduð fyrirtæki. Þetta er dagrastýtting. Sko, það er ekki Bara mörg fyrirtæki sem þið getur farið í og bara svo verið að skoða. Nei, en Elko er það. Elko það, skoða Ég kom við í Elko bara á föstudaginn og keypti, þú veist, bara PlayStation festiringu 500 í lokun. Í Granda? Á Granda. Bjöfuru? Nei, ég keypti meira þess að eitthvað svona svolítið skæslega festiring. Já, ok. Vildi hafa það? Fyrir sjálfan eða Kára? Já, það eru margir Það að eru verka, krakkarnir kannski Guðni og allir í Flós er að verka töluna líka. Hann er minna í tölvunni, sko. Ég sá eitthvað þeim, þú veist, hafandi þetta mikið að gera, þá hugsaði ég eitthvað svona, kannski komin eitthvað leikur fyrir kallinn núna. Eitthvað svona role-playing leikur sem ég get verið að level upp og Já. fá Svo mér bara betri sofnar vopn. klukkan 10. Svo er ég alltaf rotaður, sko. Hvaða tölvuleika þið eru að spila mest yfir aðeina? Soldier of Fortune. Diablo. En þú, sjá bara. Já, FIFA. Já, FIFA og Champions Manager. Ég er svona PS-ari samt, ég er alternate stillingu. Já, já. En Call of Duty spiluðu við gríðarlega mikið hérna neyri í samtúni, sko. Og vorum óttir óslega góði þá, sko. Já, ég tók það alveg hart í COVID, sko. COVID? Eða hvað sé COVID? Ég er að tala um, þetta er allt pre-2011 sem ég er að tala um, sko. Já, ég tók bara, bróður mér býr í LA, hann setti þetta allt upp fyrir mig og við bara verðum tíma saman í faraldrinu. Já, við tengdum aftur, sko. Sama hópur var að gera þetta fyrir 2011, Bent, Steindi, ég. Þú varst nú á net og Egill. Það, og mér fannst það mjög gaman, sko. Að svona,
hann var ákveðið digital unction í gangi þar, sko. Þegar við vorum í, Þetta segir mér að halda kjafta og þetta tala og spila meira. við tókum stundum Modern Warfare session, þú varst með og Stinni. Já. Og þá var eitthvað, þegar var frýtt að ringja Nova í Nova. Þá var Stinni alltaf með hann á speaker í símanum. Já, hann átti ekki eitthvað headset. Headset. En sko, fyndið með þessar robotryggsur, svo ég klárt það. Og við munum gera lendingasíðu sem betri flesti mæli með. Já, það er á alka.is. Þannig að það er upcoming. Og það sem ég er að fara að segja hérna er eitt áhugavert sem er svona smá conspiracy theory, er að ímyndaði hvað Kínverjinn er með núna bara teikningar af öllum íbúðum á vestrænum heimi sem er svona ryggsur. Og hvað ætlar hann að gera við þessar teiningar? Haha! Kemur eitthvað svona 3 ára scrap this project. 20.000 gaurar, bara eitthvað, ok. Bara farið og kaupa þessa ryggsu og gera eitthvað fucking proud. En ég sko, kalt Elko. Ég og Bergur vorum alltaf þegar jólagjafabókin frá Elko kemur, stóri katalógunni þeirra. Við vorum alltaf sko, með hugmyndum að kynna fyrir það sjónvarpsauglýsingu þar sem við værum svona ráðnir sem ritstjórar listans og svo væri þetta bara svona hratt klift og við að fara ykkur á prentsmiður og svona handsala ykkur samninga við ykkur á prentara og að því að þetta er svo ultimate jólagjafa bunkin sem hún fær þegar hún kemur á nið. Það er svo mikið bara djöfull finnst mér samt almennt og ég veit að Elko eftir að rykkja þessi tilbaka núna. Allir eiga mjög stór sjónvarp núna. Já, ég sá eitthvað 100 tómur sjónvarp á 350 skall. Þú veist, þau kosta ekki neitt, sko. Og þú veist, maður er alveg upp að bara mjög ríkt fólk átti stórt sjónvarp. Munið þegar þið sáðu fyrsta 28 tómur sjónvarp. Þú veist, ég man bara þegar þú veist, ég held að við verið fyrst í götunni sem vorum í 40, sko, það var bara eitthvað, hvað er að gerast? Munið þetta eftir, þú veist, svona heimilum sem er ekkert eitthvað brók, bara ekkert að eyða í þetta. Munið eftir merkjunum eins og Manhattan, Denver, United, hvaða merki voru það þurr? Já, þetta er svona upp úr aldamótum, þarna. Svo, sko, með Jóðvaf C, það var alveg fín sjónvarp. Það var fín, það var líka á Arsenal búningunum, sko. Munið eftir Æva, græðunum. Nei. Þú varst Ævakall. Æva, græður, Æva. Já, A-I-2-A. Já. 5 diska spilari maður. En munið eftir svona BMF-um, það sem við varst með magasín og stundum lótaði skottið. Það var geggja, þá valdur bara fyrir kvöldið, sko. Sko, ég man eftir okkar manni Nójunni á Bílsur Reykjavíkur, þegar hann var og þið mun líka, var á hvíta Civic-num með stúsílímanu aftan í og hann var með risa hátalara, venjulegan hátalara, bara svona sem er á skemmtistöðum. Þetta var bara eitthvað keilaður, já. Það var bara ímynda bara, við höfum farið að kefla ykkur, þeir eru töskur, neða það er hátalara aftan í bílunum, sko. Can't do it, sko. Þannig að það er þannig, ef við kannski kíkja bara á bílvíkunum, við erum að tala Nójuna. Já. Gera það bara. Ok, þetta er eitthvað fyrir mig. Herru, það er Jaguar I-Pace. Eva 400 HSE Carbon 450. Þessi er glæsileg. Hann er keyrður 74. 4,6. Ég ætla að kaupa hann bíl. Þetta er geggjaða bíl, sko. Þessi rennur mjög. Þannig þessi passir radi orka yfir þessu. Já, undirvagnin geggjaður, þú veist, þetta er einhver svona víður base. Sjáu þið líka felgurnar, Danni, þetta er þú. 401 hestafl. Þetta er þú, Danni. Já, þetta er rafmagnsbíl. Þetta er rafmagnsbíl. Þú veist, að keyra rafmagnsbíla, Danni, þú veist, að því ég var alltaf búin að heyra rafmagnsbíla væru, þú veist, sorry, náttúrulega, ég var lastaður út á götu fyrir að kalla hluti gay, en þú veist, mér finnst samkynhneigð ekki einu sem vera gay, sko. Og þú veist, bara svo það sé sagt. Þetta er bara eitthvað orð sem ég segi að því útlitskýrstar okkar segja það. Þú veist, ég held að rafmagnsbílar væru, þú veist, soft, skilur við. Og svo bara keyrir rafmagnsbíl og þú veist, þetta er eins og að keyra rallybíl. Já. Þetta er rally dæmi og þú getur ekki farið tilbaka, sko. Munið hvað það var, þú veist, þeir mættu miklum fordómum fyrstu rafmagnsbílarnir. Já. Líka, þeir rúluðu þeim að marka aðeins og snemma það ekki.
Jú. Var þetta samt ekki inevitable? Þarf ekki alltaf að testa allt svona og þú veist, þetta fyrstu prototípunar alltaf að fara að feila einhvern veginn, sko. Já. Það sem er Það svo er gott bara besta þetta rosalega núna, sko. Ég að tala þetta áður í poddinu, en þú veist, besta við Passerati, GTE mótið, þannig að versta á rafmagn og bensin í einu. Já. Og ég myndi fara bara take the Pepsi test við hvern einasta mann á götunni ég get unnan í spinnu á því móti, sko. En þetta er farið til Magga, Þetta er Jaguar Ripace, Danni þarf að fara í þennan. Ég ætla að fara í hennan. Ef ég kaupa hann ekki, þá verður þú að kaupa hann, Já. sko. Það er svoleiðis. Herru, já. Sorry, ég er að millifara á einhvern mann hérna fyrir ís, sko. Fyrir ís? Hvað erum við að tala um? Hvað kostar ís ekki 50 skall núna? Hvaða maður er þetta? Þetta er sonur minn, maður. Já. En já. Það er svo magna með börnum hans. Þau eru alltaf í símanum nema akkurat þau eru að ná í þau. Ég veit það, þá er aldrei hægt að ná í þau, sko. Nei. Og þeir eru alltaf með einhverja stillingu, það sem er á tali fyrst þegar maður hringir hana. Já. Það er óþólandi. Dóttir mín, þú veist, hún var að byrja í áttunabekk, sko. Og ég spyr hana, hún finnst það bara svo geðveikt svar og ég veit hún hlustar ekki á þetta. Ég sagði, hvernig var fyrst skóladagurinn? Hún sagði, actually var hann low-key bara chill, sko. Fyrsti dagurinn í skólanum að ég fæ bara svona Dóttir mín tók núna fyrsta daginn og svo dagur 2 í dag, sko. Þetta er bara upplifun, yngri dóttir mín, þannig að þetta er skemmtilegt. Það er allt við þetta skemmtilegt. Ég man sko þegar ég var, þú veist, þegar busamenningin í 8. bekk í Seljaskóla var upp á sig versta eða besta, og ég man sko, þá kom skólastjórinn inn í stofuna, var gaur í jakka þetta bara, hei, ég ætla bara að segja ykkur það, Baldi, við erum bara 12 ára krakkar, sko, 12-13 ára. Það er hérna hópur kominn fyrir utan sem ætlar að busa ykkur og þetta voru alltaf óbeldismenn, sko. Þetta er alltaf gauðir sem er dead or in jail og ég er ekki eins og að djóka, sko. Og þeir voru að koma úr Öldsveitsskóla líka og hann sagði þeir eru hérna betri ykkur og hérna þið verið bara að gera og ég bara, af hverju var þessi maður ekki að stíga inn í þetta, það var helt piss yfir eitt gaur. En það? 2 litra flösku af pissi, þeir náðu einu, við hlupum. Hvað sagði skólastjórinn? Hann sagði bara, það eru gauðir fyrir utan, tilkynna okkur bara að þeir eru að fara að taka ykkur og bara, og hann sagði ekkert eins og bara gátum ykkur vel? Bara wish us luck, sko. Ég náði að hérna flýja, þó ég þekkti, ég var alveg inn í höfð, en þú veist, ef þú ert busið, þú ert bara fucking busið, sko. Já. Og ég náði að flýja, það var eitt sem var náði, helt pissi yfir hann, 2 litra flaska. Og sorry, þú veist, þetta væri bara fram á vikun í dag. Það tekur tíma að hella 2 litra flösku yfir ykkur. Já, ég horfði á þetta, ég náði að fara bara svalir hjá hennum guður og horfði á þetta allt, sko. Og hérna, en ég myndaði bara, þetta væri bara, ég myndaði þetta ofbeldi sem var ræða núna, þetta er bara verra ofbeldi en er í vikunni, sko, í hverju viku, sko. Voru þið busaðir? Nei. Þú, Dóri? Nei, það var engin svona busakultúr, sko, en hérna, þú veist, en ég átti alltaf svona eldri vini og það var eitthvað, djöfull ætlum við að taka ykkur þegar ég komið hann upp í þér. En svo var það ekki neitt, sko. Voru þetta ekki meira bara, þú veist, sögur? Nei. Kannski einn og einn sem að... Þetta var bara... Það var eitthvað busa víksla í okkur og hún var mjög bara róleg. Þetta var ekkert víksla, þetta var off-venue busa. Skilur hvað, þetta var ekkert eitthvað, þú veist, busun er eitthvað, farið hérna og farið hérna þessar húlaringi hérna, sko. Þetta var bara, þú veist, eiginlega Borderland beatdown, sko. Jú, ég er ekki að djóka. En séðan þegar ég var í MS, þá voru ykkur svona Stinson og tóku mig eitthvað og fórum við heim til Cesar A. Eitthvað, ég veit ekki hvað það var. Í busu? Já, þetta var eitthvað svona, fórum við Vestló og letum við banka og okkur að höfðu þessi gaur var eitthvað, hvað ætlar að fucking segja þetta, maður? Ég var eitthvað banka einhverjum tími í Vestló hjá einhverjum fjórðubækingum, skilur. Ég veist, þetta var bara... Hvað er þetta, steggjun? Já, þetta var steggjun. Já, busun, það var ákveðið svona steggja feelingur í því. Það var svona einhver busun í MH sem ég var oft hlut af, sko, ég man nú hitt og láta krakka að drekka eitthvað djöfisvipu, ég soði rúbröðinu sinni og láti bara heilan árgang drekka það, sko. Annars, strákar, ég er komið með því, var ég bara að segja eitthvað frá grillinu sem ég kom með? Napoleon. Já. Nei, ég sagði eitthvað frá nýja grill, ég kom með annað grill. Grillið hans hérna Högna. Sagði eitthvað frá það? Já. Hún sagði eitthvað frá það, hann var að selja Í þættinum? Já. Svona, við vöruðum við sem heilarblóðfullum. Hann var að selja íbúðinu sína, flott íbúð. Já, þess að fekk ég grillið. Já, það? Já. Var hann að flytja í eitthvað sem er ekki með aðstöðu fyrir grillið? Hann býr í Los Angeles. Og þú færir ekkert að taka 160 kíló Komodo grill með þér. En ég ákveða, ef Högni meikar í Los Angeles, þá ætlum ég að fljúga með þetta grill út. Við ætlum að kaupa sæti handa því.
Það láta Högna gera það að mega það, sko. Það verið rosalegt, maður. Það væri eitthvað, sko. Herru, ég er með Mosa gin plugg, hip-hop ginið. Ég fór til Vestmannaeyja og kíkti að sá hvernig þetta veðrað. Sáu þið það myndina? Já. Djöfull, leið mér vel að ég fekk þessa myndsenda frá Ankara. Þú ert sko þú ferð heimsveldi betur en flestir heimsins eins og Kim Jong-un, það sem er bara svona verið að sýna þér hvað er að gerast í konungstæminu. Já, og hann svona kinkar kolli. Herru, ég er með topp 5 lista minn, ok, og nota bene, þetta er listin minn, topp 5 Dead or Alive rapparar allar tíma. Þessi listi breytist, ég gerði hann í gær og hann er breyttur í dag, en ég ætla að lesa hann sem ég skrifaði niður í gær og þetta er minn listi. Þetta er ekki einhver þetta er mjög faglegu listi, en þetta er ekki eitthvað svona hvað er upp á spímunir, Shawshank Redemption, þetta er bara það sem ég finnst. Já. En síðan hann er breyttur í dag. Þetta er basically 5 uppáhaldsrapparnir. Í gær. Já. Ok, ég ætla að byrja, það er Cameron. Ok. Já. Bara, þú veist, sá gaur, bara, þú veist, það er bara komið ljós hversu motherfucking góður hann er og var. I'm just like Russell Crowe. I let my muscles show. Beautiful bitch, focus bitch, hustle hoe, eða það sagði eitthvað svona. Beautiful mind, já. Ok, bara mad respect. Númer 2, Prodigy, Mobb Deep. Geðveikur, bara þú veist. Og það sem hann var að segja í lokin ára hann dó Illuminati, að þeir voru að halda eitthvað partí sem væri eitthvað fucked í gangi, þeir voru allt verið rétt. Já. Ég meina, þú veist, það er Prodigy... Break bread, ribs, $100 bills... Og ég mæli líka með, þú veist, ekkert endilega bara, þú veist, að hlusta bara á Infamous plötuna og vera eitthvað að sjúku hans, þú veist, ok, það er geggjað lag og hann geggjað í, en þú veist, plötun sem hann gerði með Alchemist, bara HNIC, ekki að plata. Og, já, og líka bara, þú veist, hann á lag með Cam sem heitir Losing Weight, sem er að tala um að selja fíkniefni, sko. Why ain't I getting no money while I'm losing weight, sko. Númer 3. Ég er ánægð með að lista. 50 Cent. Já. Ok. 50 Cent er bara, þú veist, ef þið horfið bara á áður hann að gáð Get Rich or Die Trying og var að freestyla hversu hungraður hann var, hversu góður hann er að rappa, það gleymist í umræðinni. Hversu fucking góður hann er að fucking rappa. Hann er svo góður live. Ég datt inn í algoritma minn eitthvað sjó, sko, hann að taka Wingsta þegar hann var bara nýkominn, þú veist, á mainstreami, sko. Já. Ok, þetta er controversial. Þegar hann er áður en hann er skotin í munnin, þá er I rob pun without a gun, snatch his piece and run. Þú veist, það er How to Rob. Já. Þú veist, Gero Koran er ennþá geðveitt lag sem er lagi sem hann er skotin út af, sko. Já. Og mikið af þessu dóti er ógeðslega gott, sko. Ég held að Get Rich or Die Trying, ef ég væri með svona heatmap yfir mest spiluð plötuna sem á minni ævi, þá held ég að hún væri rauðasta platan. Byttu Claude að gera þetta hitman fyrir og segðu henni frá þér. Ok, númer 4 er svona algjört í gær, er það í dag, er það ekki. Ok, ég held að þetta verður controversial takes. Ghostface Killah. ok. Það er sjálfsagt, sko. Iron Man platan, ég hlustaði svo mikið á hana og hann er Supreme svo... Clientele, gag. Og bara þegar hann var að pakka Action Bronson saman sem hann baðst eftir afsökunar á og sagði Action Bronson væri toppmaður, hafið þið séð þegar hann er að láta hann heyra? Í sloppnum. Já. Þegar hann er hann I got shooters! Og það er eitthvað lag, eitthvað soul-lag yfir og bara, þú veist, Ghost áalið, ég hugsaði Wu-Tang og ég var að velja hann. Mér finnst það svona, þú veist, þegar hann er rappa, hann er svona unorthodox. Ég meina, ég held að He don't wanna see Big Body Best, sko, þú veist. Nei, en hann er samt með Papa Wu, sko. Hefur þið séð að Papa Wu er að láta Action Bronson heyra? Já, en mér finnst Action Bronson, mér fannst hann einmitt vera bara eitthvað, ok, einhver er að fara að ráðast á mig, þú veist, mér fannst það vera, þú veist, real annars, sko. Já, þú veist, en mér varst líka bara gott þegar Ghostface sagði bara, hei, ég bara skeit á mig, bara ég var heated og bara með þetta respekt á Action Bronson, skil. Já. Við ætlum að hita upp fyrir hann. Við hittum upp fyrir hann. Það sem ég náttúrulega næstu heldur bjóri yfir klóið hans maður fyrir sjó og það hefði verið fucking ekki gott, sko. Já, hann er stór, sko. Og nú er 5 Kanye. Ok. Sem rappari. Já. Ég hef örugglega hlustað mest af öllum röppurum á bara hann. Mér finnst hann geðveikur, ok, sko 9 plöturnar hans eftir Life of Pablo skipta mig engu máli, sko. Nei. Bara fyrir mér eru fyrstu 3 ár bara það er breyttur rappi, sko. Og þú veist, ég hefði getað sett fullt af öðrum og það er þessi listi Mér betri í finnst dag. þetta bara þetta er allt mjög valid take, þú veist. Já.
En þú ert ekkert að horfa í svona The Kings of New York hana, sem... Nas og Jay og Biggie. Jú, þú veist, þeir eru hann á top 10, sko. Já, ég er náttúrulega Eminem maður, sko. Þú veist, Slimari. Big Slim Shady. Ég kom með nýtt samt með nýja típu á íslenska típu. Hafið verið á Hlemmi og þeir eru að borða eitthvað rækjur eða borða á kröst, skilur eitthvað fucking steak frites og þeir labba, það eru svona gaurar sem er svo Jesse Pinkman að labba svona fram með Hlemmi ykkur headphone að skottast eitthvað. Já. Hleminem. Ég er bara búinn að koina að þetta er típa sem heitir Hleminem og maður veit ekkert hvað að gera en þeir eru eitthvað að hlemmast þetta. Hleminem. Já, þetta er gott. Já, þetta er listan minn. Já, ég er ánægð með hann lista. Já. En sko, allan að top 3 er svona... Þetta er ekki mjög inclusive listið þannig samt. Nei, hvað, viltu fá okkur Missy Elliott þannig? Nei, bara, ef það tækir að vera leðilegur og ég vil grípa það, sko. Já, sko, það eru stælar í mér að setja Nas og Jay ekki. Það eru bara stælar í mér. Við verðum bara vera svo cold take, sko. Dóri er kannski að vísa líka í að þú ert með, sko, Cameron og Prodigy, þú veist, það er svona sama kynnslóðin, New York. Sama plötufyrirtæki, Cameron, og þú veist, og Prodigy hann er, þú veist, litli rapparinn úr Queens, skilur, á meðan það er stóri. Nei, en mér finnst Prodigy geðveikur rappari og það er til lag sem heitir Quiet Storm, hann er á bara, það var rýma ársins í Source, held ég, hafa geðveik rýma, sko. Á Murder Music. Já. Geðveik rýma með Lil Kim. Það er upp á Mobb Deep plata mín, sko. Murder Music? Já. Thug Music lagið er svo gott, en já, sko, Cameron er, ég held að, sko, fyrir fólk, sko, þegar maður, þú veist, að kynnast rappi einhvern veginn þessari kynnslóð á rappurum, þá er mjög auðvelt að afskrifa Cameron sem svona eitthvað trúðið eitthvað, þú veist, en hann er það alls ekki, hann er bara pioneer, þú veist, einn af þessu pioneerum í þessu Harlem stílnum. Kemur með Big L upp. Já, kemur með Big L, þeir tveir svona eru. Waze. Já. Og DITC. Já. Tekur alla svona, þú veist, náttúrulega eins og hann hefur oft sagt þetta með Jim Jones, hvernig hann tekur hann undir sín væng og leyfði honum að vera með, sko. Við erum að tala við höldum hérna á X, Vermouth, Cask, Mosagin, Hip Hop Ginið. Það er snart, tökum hip hop umræði kringum hip hop ginið. Ég skal ég ætla aðeins að hræri ykkur. Okay. Mér finnst einn gaur sem væri alltaf á mínum top 5 lista sem er ekkert endilega á öllum top 5 listum er Nipsey Hussle. Okay. Af því mér finnst, sko, í fyrsta lagi bara, þú veist, it's Soul Train mixed with Coltrane, þú veist, did your mama ever smoke cocaine? Og þegar hann er að rappa, have you ever seen a whole thing? Hefur séð stykki, sko, og þegar hann er að rappa Þetta er í Hustler Motivate-læginu. Já, þegar hann er að rappa þegar ammans er að fara í fyrsta skipti í einhverju einkaflugvél þegar hann er að flæja og þú veist, hann aldrei farið í flugvél áður, skilurðu, og mér finnst hann bara ógeðslega góður rappari. Mér finnst, einn rappari finnst mér bara top 3, bara Redman. Já, ég var að hugsa. Reggie, skilurðu, Reggie finnst mér myndi alltaf setja Eminem hana. Svo kemur eitt úr fyrndinni og mér finnst við láta svona eins og að stundum eins og þetta underground rap hafi bara svona verið eitthvað fyllir í hjá okkur en ég myndi setja Slug úr Atmosphere sem allavega svona minn private personal uppáhalds, þú veist, lagið það sem hann að rappa hérna fyrsta ríman til sona síns, næsta ríman til pappa síns, næsta ríman til sín, það sem hann gerir með Murs, hérna Felt, Be My Woman Tonight, bara, þú veist, God's Bathroom Floor, Scapegoat, allar fyrstu, þú veist, mér finnst það svolítið svona perfect MCing, sko, og hann geggjaður. Má ég spyrja ykkur að einu, þú veist, við erum kannski að taka pínu persónu út úr sviðanum. Já, við verðum að gera það. Nú erum við að tala um bara Pitbull. Lög, Drake. Já, þú veist, hann var hann það, skilur. Ég bara fannst eitthvað, þú veist, mér fannst það... Þú veist, Drake misteg sig ekki bara valla í byrjun, sko, en núna er bara, þú veist, ég hlusta ekki mikið á núna, en hérna, já, maður hugsa hann. Ég veit að Danna finnst hann mjög vanilla, en ég... Nei, ég er að segja næsti, J. Cole.
Já. Þú ert ekki mikil J. Cole maður, ég hlusta á J. Cole. Ég finnst hann ekki lélugur, sko. Nei. Sko, það lag sem var á okkur mixtape, svo gaf hann það út á B-side plötunni sinni sem heitir How About Now. Já. Tónnin í þessu lagi, Hvernig er þetta talað um? Drake, Já. þetta er 2014. Þú veist, always felt like my vision been bigger than the bigger picture. Og þú veist, hann að rappa þú veist, stelpur sem fucking left him, skilur, og nú er hann nummer 1, og þú veist, og hann er ennþá bitur, skilur, þú veist, þetta er svo petty, hann er alveg, how about now, I'm up right now, og þú veist, og hann er að tala I remember when you had to take the bar exam and I drove in the snow for you. Þetta er allt svo petty, en hann segir eitt þarna, I had no money left from acting, I was focused on the music. I used to always try and burn you my CDs of my new shit, and you'd be like, who is? And I'd be like, me girl, and you'd be like, oh word, true shit, and then ask if we could listen to Ludacris. Þetta er Them car rides made me feel like I was losing it. Og mér finnst þetta með svo vel sagt, einhvern veginn. Þú ferð inn í Já, bílferðina með það. hann er bara að spila nýja shitið sitt, hún er bara, árið þú, ok, getur hlustað á Lúra, eða? Hann bara, En ég var að hlusta á, TJ Ladd viðtal við hvað sem heitir Hip Hop 1978. Okay. Sem er eiginarinn og managerinn hjá eiginara, allar þessar fyrstu plötur hjá Kanye, allar plötunar hjá Jay, og hann var að segja bara, hann fór með Kanye í bíó þegar hann var að byrja, þegar hann var bara pródúser og enginn tók hann alvarlega sem rappara. Þeir fóru á það eitthvað Tupac heimildmynd og Kanye var bara eftir hann bara, ég er búinn að fatta hvað ég þarf að gera. Þannig að hann bara sagði bara, ég þarf að vera alveg ruglaður. Ég þarf að vera, meiri ég og segja eitthvað sem skiptir, sem einhver hlustar á. Þannig að hann segist basically hann bara small eitthvað þegar hann horfði á Tupac myndir af hvað hétt þessi mynd. Það var eitthvað svona, það verið eitthvað svona millennium mynd, sko. já, voru margar. En hann sagði bara, við fórum í bíó og hann sagði bara, Kanye var bara eftir myndina bara að keyra heim, hann sagði bara, ég er búinn að fatta hvað ég ætla að gera. Og hann gerði það. Þannig að Sko, Kanye, það sem hann kom með, ef við krifjum það eins á fræðilegum grundvelli, sko, þú veist, hann kom með skemmtilega orðaleiki og svona húmor inn í svona húmor og samfélags, eins og þú veist, talaði í All Falls Down, sko, she couldn't afford a car, so she named her daughter Alexis, þú veist, og alls konar svona. And you took that shit personally. Aðalega fannst bara mér hann koma inn með middle class point of view. Akkurat, 100%. Já, þú veist, og hann gerði það einhvern veginn í húð, þú veist, orku, skilurðu, og og það var svo rosalega öðruvísi, einhvern veginn. Hann bara var mjög góður rappari og þegar hann í heimildamyndinans, þegar hann tekur versus sitt í two words með Mos Def Sem er að koma til Íslands, bara þið sjáu bara á andlitinu á öllum sem eru viðstaddir, þeir vita að það er eitthvað historic dæmi í gangi, sko. Þetta er bara, þú veist, það er bara hvernig hver einasta lína hitti þá og þeir eru bara þeir fatta að þeir eru að upplifa söguna, sko. En eigum að salta eitthvað, Dóri, þú ert með eitthvað rosalega söltun. Við búið saltun. Ég er með rosalega. Besta salt í heimi, langbest salt í heimi. Ég er með söltun, sko. Veistu hvað ég ætla að salta? Þú veist, ég búið besta salt í heimi. Vitið þið hvað er að fá fucking Salt Bay treatmenti núna? Af og til ratar eitthvað algjörlega random amerískt eða breskt drasl inn í íslenska menningu. Og ég var með börnunum mínum í sumarbústað og ég var mikið að kynda bál þarna, bæði inn í kamminum í pottinum og svo var ég líka komið með eitthvað frístandandi bál annars staðar, sko. Og þá var dóttir mín eitthvað, oh my god, getum við gert s'mores? Sound s'mores. Já, hún var alveg s'mores og ég bara, býtu, hvað er það aftur? Hún bara, það er bara eitthvað svona bráðin sykurpúði með keksi og súkkulaði saman. Ég bara, hún sagði þetta svona eins og þetta væri litli siðurinn okkar að gera s'mores við, fyrsta lagi, grillaðir sykurpúðar eru ömurlegir. Maður setur á okkar grein og maður kveikir í þeim og maður er bara, maður bara fá einn ferskan, takk kærlega. Áhugi 0, eins og Auðun Blöndal segir. Áhugi 0. Snertið það ekki. Og þú veist, Danni, við tókum eins og eftir þessu, þegar Keks Hostel var og hét, þá voru þeir allt í raun búin að taka upp einhverja svona random
bits úr annari menningu og allt í einu var eitthvað svona auglýsing sem var eitthvað hinn heilaga þrenning, rakstur, státbjór og kótilettur. Ég var bara, hvaða Íslendingur hefur einhvern tímann fengið sér státbjór, látið raka sig og fengið sér kótilettur, einhvern tímann, aldrei. Þetta var eitthvað algjörlega nýtt sem var kynntir, hinn heilaga þrenning. Og svona hlutir dúkka upp, auðvitað, sko, þú veist, auðvitað getur við farið dýpri í þetta og verið eitthvað, já, til hvers erum við haldið upp á Halloween, við erum með öskudaginn hérna, en ég ætla bara að segja Halloween er svona samfélagslega skemmtilegu viðburður sem einhvern veginn dregur það út úr húsinu sínu og í svona hverfum á lyftir hans upp, þetta veit Danni ekki búandi í Pólverjablokk með hérna en það er stemning í þessu en þú veist þarna Cyber Sunday og Black Sunday og allt þessi dæmi. Ég veit að þú kaupir alla jólagjafirnar þarna og örugglega eina gjöf handa sjálfum þau líka, þú Haxinni hérna kanni. Haxinni hip-hop hausinn. En ég er bara eitthvað, þú veist, allt í eru bara svona skólar einhverju útlensku upp á land og við tökum það upp og strjúkjum ekki einu sinni af því eða spurjum hvað við erum að gera við það. Við bara svona berum það inn í íslenska menningu og bara eitthvað, gjör svo vel! Einhvern veginn hérna og ég fatta það ekki. Nei. Takk. Getur ekki klappið. Sko, ég tek svo undir með þér, það smórstótt er viðbjóður. Já. Þetta er líka viðbjóður. Þetta er bara að fá þér Twix eða eitthvað. Frílátt í einhverjum banka, sko. Já. Þannig en við erum hérna með vinn okkar út á Álftanesi, Hansa, nákvæmlega. Það rignir nýjum sponsorum hérna. Hansi á forsetanum. Já. Og þetta er samfélagslegt verkefni fyrir Álftasinga. Pizzan okkar er líka að vera ready. Hún verður ready, við erum að vinna í því, en sko þetta er heimili Álftasinga. Já. Álftasinga mæta þarna og svo hittum við náttúrulega Hansa og hann er bara með þetta markmið að breyta pizzaleiknum og það er konceptið hans. Já. Er hann að takast þetta orðið? Hvenær er hann búinn að breyta pizzaleiknum? Ég veit það ekki. Já, þetta meina bara hvenær verður markmiðinu náðu, hvenær getur hann lagt upp laupana? Hvenær getur hann bara tekið opnum sambandi og sagt my job here is done, sko. Er hann búinn að því? Nei, þú veist, hann er vissulega búinn að breyta pizzaleiknum. Ég er að heyra í fólki, ég er líka að heyra mikið í öðrum leik. Date-leikurinn er breyttur. Menn eru að bjóða dömum í Sundlauginu á Álftanesi, fara á forsetann og ég ætla ekki að vera klúrin þegar þeir eru tótaður út í bíl á staðinu eftir. Ég er að segja eitthvað, sko. Það er í alvöru og allt, sko, og bara alla samsetningar af fólki, það gerist allt annað, sko. Og til við erum með Kim Jong-un í betur en flestir landinu, þá nota forsetinn teygja posa og salt. Pæli í þessu synergy. En það sem er svo gott við líka, hann er sko að nota sko fyrirmyndir hans eru London Doughhands og Crisp W6. Býtu, hvað? Ég hef aldrei heyrt þetta, sko. Það er stíllinn. Það er stíllinn. Já, you know my stíló. Þannig að við hlakkum svo til að pizzan kemur í næstu viku. Við fórum hérna á fundum og það var taste test og ég fekk náttúrulega mitt salat. Djöfull er gaman, hann sé með mér í bekk að sjá hann að gæja. Hann er alltaf besti nuttar á landinu, sko. Og svo sjáu ekki hvað hann blómstrar þetta í þessu. Hann var af passionið. Er ekki Veiga Páll líka? Veiga Páll, þetta er bara fjölskyldufyrirtæki. Og fyrir hausana, skal ég segja ykkur, hann er með svolítið uník vín til söluðan, sko. Hann er með fín frönsk vín sem fást ekki einst þar annars þar. Þetta eru einkasafni, sko. Það er svoleiðis. Já, hann var eitthvað, þessi kom með þetta, ég bara, ok, dude, respect, sko. Og það er seðill fyrir þau, sko. Við getum farið í næsta dinner hann og ég droppa 50 kalli, sko. Ég vilist vera á það. Taldum hérna að ég fór líka hérna á, því ég var að taka þessi gig hérna 3 á laugardaginn, þá hitti ég hérna gæjan sem fann upp frasan líklegt dagsins. Já, herðu, ég sá myndina á þig. Danni hitti mannin sem fann upp líklegt dagsins. Já, og hann er líka að vinna með stress.is. Þetta með svona, herru, ég þarf að fara að sækja foreldrum minn upp á völl kl. 6 í morgun. Stress.is. Þetta, já. Þetta er meðal fána gæi í poddið. Það er bara... Líklegt dagsins er mjög gott, sko. Sub-pot fyrir þetta, sko. Þetta er eitthvað svona, herru, ég var að date með söngkonunni í Skönka Nancy í gær. Líklegt dagsins. Eitthvað svona. Nei, hvað skil ég veit ekki hvernig að nota þetta, sko. En já, það er bara... Ég var að heyra, ég heyrði í Hjaltavinn okkur á það.
Tugas. Hann er út í Serbíu að smakka, hann er í smökkunarferð. Hver fer til Serbíu að smakka hambúrgara? Já, hann er alltaf... Hann er í mannsali, sko. Það er Hann er að finna einhvern nýjan uppvaskara. að íslenska landsliðar keppi í körfubolta. Já, ok. Og sko, hann vildi bara skila kveðjum til ykkar og hann vildi minna Danna á þessu keppni, Götubyttaháttíðina, sem Danni dæmdi daginn og Hjalti vann. Já. Og þessi borgari fer á næstu vikum, við augljósum það aftur. Já, hann er rosalega. Fer á dagskrá, á menningu. Settur á dagskrá, sem borgar er settur á dagskrá. Í örfá sko. klukkutíma. Bara annað það sé sagt. En annars er Hjalti bara góður, Tugas rúllar, þeir eru alltaf að dæla út contenti, láta fólk koma og láta sér hlæja. Já. Fyndi sko, ég hélt að Þeir eru að fá svolítið líklegt dagsins þar, sko. Sko, áður en ég byrjaði í potinu, þá þekkti ég hélt að bara svona blessaði meistari. Bara recognize sko. Já. En sko, ég hélt að vera algjör kani. Ég held að vera alltaf bara eitthvað í Tennessee, eitthvað bara. Svo er hann í Teheran, sko. Hann er alltaf í Stokkólmi. Já, hann var núna í... Og segir að borgaramenningin sé það, sko. Já. Og ég er bara svona, ég hef alveg farið til Stokkólms. Ég er bara ekki farið á Danni, þú ert mjög hrifinn af Stokkhólmi, sko. Elskar Stokkólm, en... Ég elska Stokkólm. En málega bara, ég tengi ekki hambúrgara við þetta place, sko. Nei. En hann er bara með einhverja staði þar sem bara eru bara einhverjur mekka of ground zero of hamburgers. Já, algjörlega. Þetta er gott að heyra. Mér langar gjarnan að segja við ykkur að grínisti hefur hvatt okkur, Steinn Ármann Magnússon. Já. Gríðalegur áhrifaldur í líf okkar allra. Þú veist, Radíusbræður voru svolítið svona upptakturinn að tvíhöfða einhvern veginn og voru bara alltaf fyndnir og Besti skets Íslandssögunar einn af þeim er Finch, Mensch, þeir eru alltaf að setja þegar ein Trevs finnst. Já. Og og Minhjum Trevs. Nei, og bara og líka hvernig þið stilt upp sketsunum að það væri einhvern veginn að streitmaðurinn þyrfti ekki að streitmaðurinn geti líka verið óslega reiður einhvern veginn og það er eitthvað svona soundbite í þessu öllu og ég bara svona kannaðist aðeins við hann og bara megi hann hvíl í friði og megi aðstandendur hans hafa það gott. Já, sammála því, tökum undir það. Þetta var maður sem hafði áhrif á samtíma sinn. Já, þarna hafa myrkur yfir firðinum þarna, sko. Já. Hvenær annars byrjar, þú heldur með Manchester United, eða ekki? Enski boltinn rúlar, jú. Og þú ert Manchester maður? Já, það byrjaði illa. Það gekk svolítið illa á móti Hull. Já, það gekk illa. Það er oft sýnd veiðin ekki gefin að vinna Hull? Að fara á mæta nýliðum í fyrsta leik á útivelli. Já. Þetta var bara, ofti bara skiliðina sigur, sko. Hvað þú í enska? Ég er bara heima á mér. Ég fylgist ekki með honum, sko. En þurfum við ekki að fá því það? Ég er nýkomin í bestu, sko. Þú ert áhugamaður svona monokult eða svona vera með í samræðanum? Ég veit það, en ég bara, þú veist, Ben vinur minn er alltaf að sýna mér svona eldgamla fótboltaleiki og hann eitthvað, þetta leiti sem fótbolta, þetta er skemmtilega, Já. Já, með þetta respekt á, ég brá með hans frá þarna, þetta var á Klosti. Já. Munið þegar Yngvi Hrafn var eitthvað svona legendary moment bara 96 þegar hann fór upp bara úr fréttatíma. Hann kom einhver bara, ég er að fara og hann labbaði eitthvað fyrir aftan, labbaði beint fyrir fram vélina og aftur frá vélina. Munið eftir þessu? Já. Legendary stuff. En svo var INN líka og mikill hastar þar, sko. Herru, en klukkan? Klukkan, já. Ég ætla bara að fara aftur back to the basics í klukkunni. Okkar maður Steppi Jacob the Jeweler. Ég ætla bara að fara aftur í Casio-ið. Það er bread and butter það, sko. Og bara, veist, you can't go fucking wrong með Casio. Nei. Það er bara þannig. Það er bara hann. Hvað á maður eiga cirka mörg Casio-úr? Svona til þess að... Þetta sem Danni með, hann er með G-Shockið, klassíska G-Shockið. Fyrsta G-Shockið. Þetta er bara klassíska lúkið og þetta held ég að sé staðalbúnaður. Þú ert náttúrulega með sko svona eitthvað blinga G-Shock sem er mjög skemmtilegt líka. Steel rimmed. Sko. Svo myndi ég segja sko bara þessi klassísku Casio 12-úr, man ekki hvað það heita. Ég á þannig sko. Það er, þú veist, þú tala um bara 80s úri. Þú getur verið sko ríkasti maður heims eða bara einhver bara meðalmaður í tekjum. Báðir rokkaðið úr. Báðir rokkaðið úr og ég vil nefnilega flytja litla tilvinnum. Þú veist að því þú veist það er efnishyggjan er farin að vera ærandi
hér á Íslandi og hérna Og ekki erum við undanskildir því. og ekki erum við undanskildir því og þegar fólk heyrir okkur vera að mæra þú veist þessi úr en ekki ykkur önnur þá hugsa það kannski já þeir meina þetta ekki en ég ætla að segja ykkur eitt sem Halldór Laxness afi minn skrifar í greinasafni sem heitir Vettvangur dagsins og hann þarna að tala um smekklegheit og hús og annað og hann segir híbýlaprýðin snar þáttur af persónuleika mannsins næst á eftir klæðaburðans að fáu verður betur dæmt sál manna en því hvernig hann býr sig hvort sem hann ríkur eða fátækur fagurskygni sem á öðru hvorki skylt við auð né örbirgð. Þetta þýðir það sko að fátækt fólk getur verið töff og ríkt fólk getur verið lúðalegt og við megum ekki gleyma þessu sko. Við megum ekki gleyma þessu að Danni að svona lið sem þú hittir á Vínsmaki sem í allt og stóri skyrtu og með barðahatta þú veist, þetta svægi sko. Og við erum búin að hafna originality sem svægi þú veist, mér finnst eins og þegar ég lesi lista við best klæddu menn landsins þá sétt alltaf bara eitthvað og það eitthvað, þessi maður kaupir rosalega mikið af merkjavörum og stundum hann íðan frá toppi til táar einu sinni voru þessi listar fullir af fólki sem klæddi sig klassíst og made that shit look good og fólk sem klæddi sig funky og made that shit look good núna þetta allt orðið listar af fólki sem kaupir bara ógeðslega mikið af merkjavöru það að hafa stíl að vera bara, herru, ég bara kaupi bara allt það sem ég get keypt í þessum flottu búðum það er þetta, við þurfum að upphefa þetta mussulið aftur í alvöru, let's go það líka búið að ég hef verið að tala með þetta bara, það búið að eyðileggja svolítið mikið af svona hlutum sem að var þetta gatekeepa það var einhver kúlið sem gatekeepuðu það bara að vera foodie það bara þú getur farið bara að vera foodie bara morgun og vilt það á Instagram getur verið í einhvern típu fötum verið eins og Hector Bellerin bara á morgun það er eitthvað ef þú ert með eitthvað originality það er það sem ég respekta og það er einmitt mergum málsins það er mergum málsins ég held að við ættum að klikka út í næsta heit með lava, ok heitasta bíla aukabill.is it's live við erum búin að vera að hóta þessari síðu í marga þetta hún er komin í loftið og ég er bara að segja ímyndaðar ég var að hugsa daginn með aukabill hverju maður þetta að gefa aukabill ímyndaðar að gefa einhvernum heitir aukabill bara ekki tala illa ekki berjan líklega í póstunum segja bara sorry ég gaf þér aukabill ég ætla bara að borga fyrir bara aukabill en ef þú myndir shit eitthvað á netinu og hann myndir senda þig líkla myndir ekki halda bílinn væri forritað til að keyra með þig fram af bryggjusporði eða eitthvað var sprengju undir honum hann myndi alltaf vita hvað það væri samt og heitirinn myndi geta lagt frítt já, Lava, er ekki aukabill.is þú leggur ég á þeim og þeir skutla þér jú, herru, og sérna það, ef þú tekur aukabill þá máttu leggja þegar þú ferð útlanda hjá Lava þeir skutla þér á böll málið dött en hvað sér Dóri? En þetta alltaf, ég er með 2 hluti sem ég heitir einn var kaldur í fyrra, hann heitur í ár það er Parísarhjóli, niður við höfn já það er eitthvað stemning í því já, fara í það nei, hvað heldur ég vil lifa maður og en ég bara sé ljósin á því einhvern veginn í fjarska og þegar ég keyri niður Suðurgötuna þetta peppa mig meira upp núna en það gerði í fyrra mér finnst það alveg þvæla í fyrra gott í ár næsta mál er það sem við erum að ræðum og ég ætla að segja það er hvort sem þú ert að innrétta inn í það eða innrétta persónleikaðinn í fatnaði það snýst allt composition allt snýst composition og það er ekki composition að vera í merkjavöru frá topp til táar nei, alls ekki það er composition að vera í einhverju fínu písi og svo einhverju notu og svo einhverju gömlu og svo einhverju svo með í láni þú verður að yrkja þetta shit það sem ég er að segja það verður að balans í veistu hver var svona king of að fara bara inn í hagkaup og koma út í ykkur balanlega stressi hver? Gunni Maris heitinn já hann var þekktur fyrir það Gunni Maris var nettur sveg kongur hann gat vist farið bara inn í hagkaup með 7 skall og komið út bara í einhverjum balanlega fötum hann kunni að velja þetta hann var ljóðskáld hvað er með eitthvað heitinn það? Ég bara vill eiginlega bara tala breska bíómyndir ég bara horfa á breska bíómyndir heitar já BFI
The British Film Institute, við erum ánægðir með þar. Já, ég ætla að taka mjög basic take akkurat núna. En það er besta deildin. Besta deildin er mjög heitt. Hún er heit. Var fundur þar sem þjálfarnir ákveða hætt að spila vörn fyrir þetta tímabilið? Bara endalaust af mörkum. Það er búið að skora 100 fleiri mörk eða eitthvað núna heldur en á samtími fyrra. Og bara, þú veist, það er bara fara á völlin, sko. Þú veist, það er bara, og ef þeir eru líka að ferðast einhver staðar, ef þeir eru að ferðast einhver staðar bara Hvar einhver staðar? Svíþjóð, Ok, þú ert búinn að segja þetta. að fara á fótboltaleik. Ég held alltaf að út að ferðast einhver úr Íslandi, bara hvar? Keflavík, Akureyri, Vestmannaeyjar. Vestmannaeyjar, Það er geggjað að that's fara að it. leika í Eyjum. Það er geggjað að fara að leika í Eyjum. Já, ég efast ekki um þig. Þú sagðir eins og ég væri eitthvað að halda þig fram að það veri ekki keikið, sko. Annað sem er heitt, það er torfara. Aha. Hafið þið farið á torfari? Já. Það er, þú veist, bara fnykurinn í loftinu, stemmingin og bara þessi netta, og kallar þetta geðsíki, að vaða bara upp í, í brekkuna, sko. Ég er ánægður að segja þetta. Ég ætla líka að segja hvað er heitt. Ég fekk með Twix í vikunni. Það er nú alltaf sama gala snildin. Twix. Twix er sko frækt keks. Þú veist, það er sko billionaire shortbread. Þetta er sko kommersialist útgáfa af því sko. Þú veist, hitt er fáið á fínum kaffihúsum sko. Þannig, klárum þetta Já, te og kaffi. te og kaffi. Te og kaffi. Ég get klárað þetta á te og kaffi. Ég skal segja ykkur nákvæmlega hvernig maður klárar þetta á te og kaffi. Ég fór niður í bæ á menningarnótt. Það var regning. Það var rigndi svo mikið að ég var orðinn holdvotur eftir svona 6 mínútur eftir ég kom úr strætónum. Ég verður bara að fara heim. Ég var skítið í mig hérna eða eitthvað. Í þessari geðsræningu þegar börnin voru byrjuð að kvarta og hundurinn var alveg svo állan og svo sleipur og blautur einhvern veginn, þá lanseraði ég appinu, sagði 2 flat white, hafðu að klára, borgaði fyrir það með punktum í appinu og þeir voru tilbúnir. Það var ekkert eitthvað svona börnin að leggjast í götuna fyrir utan te og kaffi. Ég gæti bara svingað, drukkum hennar kaffi, við gátum endur kalibrerað okkur og við heldum áfram. Og mér leiði eins og ég verið a modern champion. Shit. Hvernig voru það kvarta satt? Voru það bara pabbi? Börn kvarta eins og, þú veist, þau kvarta stöðugt. Ég spilaði líka Monopoly í þessum sumarbústað. Það er nú ekki eins skemmtilegt. Nei, vá. Íslenska, gamla góða. Íslenska, já. Það var ekki ódýrast eitthvað fannafaldið eitthvað. Róbær, raunbær. Róbær, fyrir ekki, Róbær, Og Raunbær. höldur er það góð. Dót, þú ert að tala um verðbréfaspili. Já, ok. Já, Monopoly er það er ekkert höldur það, sko. Já. Þá kaupirðu hitaveituna og rafmagnsveituna sem maður órað ekki fyrir er selt og við hvað ætlum að ljúka þessu að því að markaðsdeildin Danni og hans kapitalísku sjúkdómar fá að vella hérna út en ég og Kjarri, við erum félagshyggjumenn. Vissu þið að Monopoly var fundið upp af manni sem vildi sko búa til smættað útgáfu fyrir börn til að sýna hvað kapitalismi væri hræðilegur. Vissu þið það? Jú, ég vissi það. Þetta var eitthvað svona sjáiði hvernig kapitalismi virkar. Það er auðsöfnun og það er rangt gefið og svona. Og ekkert verið eins peppandi, sko. Get out of jail free card. Já. Herru, við ekki bara ljúkast á því. Jú. Farað á vestlið okkar sponsorum. Farað vestlið okkar sponsorum, hugsiðum okkur, kaupið með á sjóið. Já, kaupið með á sjóið 24. Ég ef þetta byrst á morgun í kvöld í Hlégarði, ég held að það sé uppselsamt en bara fucking geggjað. Já, og hugsið Danna sem Kim Jong-un spíksporandi lendur betur